og það Bjarni Ólafur Eiríksson, kontu blessar og sæll og til hamingju með titilinn. Takk kærlega fyrir það. Herru, það nokkuð hægt að vera sætara en að vera valsari og vinna KR? Nei, þetta var náttúrulega bara alveg frábær sigur helgina og við erum náttúrulega svona aðeins að jafna okkur bara eftir það og að fara að ná okkur núna ekki niður fyrir næsta deildarleik. Og það náttúrulega bara stutt í þann leik? Já, það bara hörkuleikur á móti Fjölni á 5. Og við verðum náttúrulega bara að ná okkur svolítið niður á jörðina núna og klára þetta mót með sæmd. Það hefur væntanlega verið mikil stemning á Hlíðarenda og á Laugardalsvellinum sjálfum að þá var stuðningurinn hjá ykkar liði alveg lygilega góður. Já, það var náttúrulega bara frábær stuðningur sem liðið fékk í leiknum og það hefur nú svolítið loðið valsmenn að þeir eru ekki ekkert rosalega duglegir að mæta í þessa venjulegu deildarleiki en þegar eitthvað mikið undir að þá virðast af ótrúlustu menn og konur koma fram og það var unnur á Laugardaginn því að það var flottmæting. En þetta væntanlega gefur ykkur gott inn í restina af tímabilinu? Já, ég geri á fyrir því að þetta muni gefa liðinu mikið sjálfstöðst og rauninu bara enn staðfesting af því að við erum á réttri leið og þátt fyrir þess að 3 tapleiki í deildinni núna í röð þá hefur liðið í rauninni verið að spila bara vel og við eigum náttúrulega bara halda áfram því sem við höfum verið að gera. Þú ert nú á Suðurland FM og það voru ófáir valsfánanir sem voru allt í einu flaggaðir síðastliðin laugardag í sveitum landsins þannig að það einn og einn bóndi greinilega valsari hér og þar. Já, það mjög gleðilegt að heyra það. Þannig að þið hafið fengið allan að stuðning alls staðar af? Já, það náttúrulega bara frábært að heyra það. Maður hefur nú aðeins fundið fyrir því sem maður hefur farið út af land að maður sér yfirleitt valsfánan í stúkunum þar og það bara mikið gleðefni. En svona leiktímabili Pepsi-deild karla, hvernig hefur fundist þessi deild spilast svona yfir höfuð, þetta leiktímabil? Jú, það nokkuð kannski eftir bókinni, maður bjóst náttúrulega við FH og KR og Breiðablik að nóvalda, maður kannski bjóst reynda við Stjörnunni sterkari. En og mér finnst gæðin alltaf vera batna og batna. Ég finnst við verðum að fara að nálgast hinn Norðurlöndin hérna. Já. Nú verð ég að spyrja þig rétt svo að því að við erum á Suðurland FM. Þú spilaði það ekki með nokkurum sunnlendingum í gegnum tíðina? Jú, ég hef nú gert það. Ég þótti náttúrulega mjög leiðilegt að sjá að Stefán Ragnari farið við í Fylki sem dæmi og ertu með einhver fleiri nöfn í hugafyrir með það? Það allan að Stefán, hvernig var að spila með honum? Já, Stefán náttúrulega bara frábær leikmaður í mínu mati og það ekki bara pingur leið fyrir hann að hlutinni kannski gengi ekki upp hjá vaðinn, það eins og hjá mjög mörgum leikmannum sem hafa eins og menn vita hefur leikmannaveltan verið alltaf helst til og mikil í síðust ár. En það ég kunni mjög vel sem stefna og finnst hann flottur leikmaður. En svona í gegnum tíðina, hvernig hefur þín reynsla verið að spila gegn í þessu yngri flokkum við gegn Eyjamönnum og Selfoss? Sko, ég man nú kannski ekki mikið hvernig yngri flokkarleikarnir fóru en við náttúrulega mættum Selfoss í bikarnum í ár. Ég þarf þetta ekki og þeir veitt okkur bara hörku keppni og síðan alltaf bara alltaf erfitt að fara alltaf til Eyju og spila það hefur verið svolítið svona víi að fara þangað og maður fær ekki oft 3 punkta þar en virkilega gaman alltaf að koma á þessu staði, engin spurning. En aftur að Hlíðarenda þessi aðstæður sem eru á Hlíðarenda, þær eru ótrúlega góðar til íþróttaiðkunar. Já, svona upp að vissu marki, við höfum í rauninni samt verið í svona basli þar sem að gerðugarsvöldum okkar var ekki uppbyttaður og þess vegna hefur við félagið ráðast við þetta breytinga núna
að fjarlægja náttúrulega grasi og leggja gervigras þarna yfir til þess að við getum verið meira á Hlíðarenda báðir meistaraflokkarnir og síðan alltaf myndi að nýta hvernig yngreflokkurinn alltaf mjög mikið. Þetta hefur verið svolítið svona rót á liðinu að mínu mati og ekki kannski nást þessi klefastemning sem mörg lið vilja hafa í sínum herbúðum og það er alltaf gott að geta æft á sínum heimavelli og við höfum verið á þessum undirbúrstímum alltaf mjög mikið í rauninni bara út höfuðborgarsvæðið, stórhöfuðborgarsvæðið, þannig að þetta á eftir að vera til góða að mínu mati. Ég spilaði náttúrulega á gervigrasi mikið í Noregi á þessum tíma og kunni bara vel við það, þannig að ég get alveg séð líka fleiri félög fara að taka þetta skref til þetta tók og því að þau eru bara orðin það góð í dag þessi gervigröðs að ég held að menn svona fara að taka þau betur í sátt allavega. Aðstæðunar hafa náttúrulega breyst ansi mikið fyrir svona elstu eins og þjálfunin og aðstæðan hefur breyst svolítið frá því að þú varst þarna úlingur. Já, ég náttúrulega æði með þess að meistaraflokki þarna á mölinni gömlu sem var bara eins og bílastæði. Þannig að þetta er náttúrulega bara algjör byltingur eins og þeim tíma. Og náttúrulega, maður sér náttúrulega bara hvað liðið svo Breiðablik hefur tekið gríðarlega framförum eftir að þeir fengu sína aðstöðu þessi bæði kórinn og síðan fífuna. Þetta skiptir náttúrulega gríðarlega máli fyrir liðin að geta æft í svona góðar aðstæður allt árið og Blikarnir er náttúrulega eitt best spilandi lið í Íslandi í dag mínu mati og ég tel að það sé að stórum það sé mikið að þakka þessari frábæra aðstæð sem þeir búið yfir. Finnst þér svona fótboltinn hérna á Íslandi, finnst þér hann vera svolítið svona erfiðari kannski eins og þegar þú byrjaði náttúrulega ungur í fyrst til karla og fórst náttúrulega að spila svo í úrvalsdeildinni, finnst þér hún búin að breytast mikið á þessum árum? Já, mér finnst gæðin á að stóraukist. Mér finnst leikmenn í dag mun tæknilega betri og síðan finnst mér svona almennt sér fótboltinn vera miklu betri sem er spilaður heldur en þá þegar ég var allavega að byrja, það er svona mín skoðun. Og það er væntanlega þér finnst væntanlega mjög gaman að fylgjast eða ekki með íslenska landsliðinu? Jú, það er náttúrulega bara alveg frábært og maður alltaf er núna bara því spenntur að sjá hvort við náum ekki örugglega að klára þetta sem fyrir þá stefni í og það verður náttúrulega bara stórkostlegt afrek hjá landsliðinu eða kemst á þetta lokamót. Bjarni Ólafur Eiríksson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og þú náttúrulega getur núna haft monturinn þegar þú sért bikarmeistari allan að fram að næsta ár. Já, ég bara þakka kærlega fyrir símtali, það var gaman að spjalla við ykkur og ég skila bara góðu kveðju til Suðurlandins. Já, bestu þakki fyrir það. Takk fyrir. Og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Bless. Já, og við vonum svo sannarlega að þeir skemmi náttúrulega ekki fyrir IPVAF á þessari leiktíð, en IPVAF eru náttúrulega í bullandi fallhættu. Næsti leikur hjá IPVAF er náttúrulega á miðvikudaginn gegn KR, neða fimmtudaginn afsakið klukkan 6. Og sama tíma á Fjölnisvellinum er Fjölnir Valur. En við endum náttúrulega þetta viðtal á valslæginu alveg frá upphæðu til enda og svo förum við yfir í torfæruna. Ætlum að heyra í Íslandsmeistarum í götubílaflokki sem er á Kölska. Ívar Guðmundsson hér á línunni eftir smástund.